Hæ aftur. Í dag langaði mig til þess að gera vídeo sem svolítið mikið frábrugðið því síðasta, þar sem ég fór all in í glamour, 90s glamour. Nú langaði mig bara til að sýna ykkur mjög praktísk atriði og jafnvel eitthvað sem að þið eigið fyrir snyrtibötunni, en eitthvað sem ég myndi standa 110.000% bakvið. Og sem ég nota á hverjum degi. Nú ég búin að setja með dagkrem og ætla ég bara að sýna ykkur hérna glowing baseið sem ég hef sagt ykkur áður. Það ljómandi farðagrunnur og sem nærir húðina og preppar hana vel undir farða. Sama hvað farða þið kjósið. Svo Það eru nokkra típur af förðum til hjá Sensai og auðvitað misjafnt eftir húðtípu og hvers konar lúkki þið sækist eftir hvað fílið. En ég hef hingað til ekki hitt þá konu sem fílar ekki Photoshop-púðrið, sem sagt púðurfarðan. En núna ætla ég samt að sýna ykkur Sheer Fluid, Luminous Sheer Fluid Foundation sem myndi ég segja langnáttúrulegasti farðinn frá Sensai. Hann mjög svona fljótandi. Ég ætla bara að sýna ykkur hvað hann gerir. Hann hylur ekkert brjálæðislega mikið, en gefur húðinni dásamlegan ljóma, örlítinn lit. Hann svolítið, ég myndi segja svolítið eins og lita dagkrem. En stundum eru konur að spyrja út í munin á þessum vörum eins og bronzing gelinu og öllu þessu. Bronzing gelið meira svona, það hylur ekki neitt, en það gefur lit. Flestar íslenskar konur farnar að þekkja það vel. Og þetta jafnar það út svona misfellir eins og að maður rauður eftir bólir og eitthvað svona. En það ekki, það hylur alls ekki mikið. Gefur bara þann æðislega lit og ljóma sem að okkur finnst nú ekki verra að fá á þessum ástíma. Svo það hyljari sem að ég í uppáldi. Það highlighting concealer, en ég nota lit nr. 2. Hann gultóna, kemur í svona þessu formi hér. Og við notum hann þegar eru farnar að þekkja það. Inn í augnkrok. Hér verðum við oft rauðan líka. Já, eins og ég var að segja, guli tónninn vinnur gegn roða. Og bleiki tónninn í hyljaranum nr. 00 vinnur vel á svona bláum æðum og svoleiðis. Og þið sjáu hvað strax örlítið af hyljara gerir fyrir augnumgjörðina. Þessi penni alltaf ofboðslega fljótlegur í notkun, bara 5 sekúndur. Og að gera að nota puttana því að hitinn af puttunum hann að vinna vel í kremaðhyljanum, vinna vel inn í húðina. Hann blandast best þannig. Svo það Total Finish púðurfarðinn sem að ég gæti persónulega ekki verið án. Mér finnst æðislegt að nota svampinn sem að kemur með púðrinu svona yfir daginn til þess að laga mig til undir augunum og tésvæðinu. En ef ég heima að dúlla mér þá ég elska að nota þennan Bare Minerals-busta bæði fyrir fljótandi farða og púðfarða.
Þetta svona gervihárabusti. Mjúkur. Og ef maður vill hylja meira eins og hérna á hökunni, þá best að ýta bara farðanum inn í húðina í staðinn fyrir að nudda. Ég nota líka augnlokin. Það er góður grunnur fyrir augnskugga eða sólarbúður eins og ég ætla að nota á augnlokið. En sjáu þið fallegu í áferðina. Það er hægt að byggja hann upp, en það fullkomin svona, eins og er. Sólarbúðurinn sem ég nota er basically fullkomni liturinn fyrir mig. Hann Deep Tan. Og ég dusta hann ekki bara í kringum andlitið, heldur nota ég hann líka óspart á augnlokin sem smáskugga. Seti kringum andlitið inn í hárlínuna, passa að það sé engin hvít skil hér. Og yfir nefið. Þá feikar maður það hafi verið í sól. Þó allir viti að enginn hafi farið í utanlandsferð í meira en ár. Gamla góða fluffy augnskuggabusta minn og sé hérna glóbuslínuna. Það sem náttúrulega skugginn myndast. Og þar dusta ég sólarbúðrinu léttilega fram og tilbaka. Og drega aðeins niður á nefjur. Og sama hérna megin. Ég man ekki hvað ég lærði þetta tricks bara nýverið. Eftir að hafa verið dálítið lengi í svolítið gömul í hettunni í þessum bronsa. Og ég fann að fíla það. Nota sólarbúður eða skegginguna frá skugga og alveg hérna. Nei, frá glóbuslínunu og niður á nef. Það er bara ég. Svo tek ég einn aðeins minni busta. Og dusta lítið undir augun. Hlýi liturinn í sólarbúðrinu gerir rosalega mikið fyrir alla augnliti. Og svo er alltaf gott að eiga einn sem er hreinnin á milli til að blanda en það betur. Svo er það besti eyelinerinn, það er hérna skrúblíjanturinn. Ég nota Deep Brown, ég nota svartan mjög lítið. Ég nota eiginlega alltaf brúnan. Mér finnst það persónulega fallegra svona dagstaglega. Og mér finnst klæða mig vel að draga eyelinerinn hérna niður í augnkrókinn. Það fer auðvitað eftir lagi augna hvers og eins. Ég ætla að taka eitt svona skásettan busta eða flatan og smudja eyelinerinn örlítið. Býti smávegis spiss. Formúlan er mjög mjúk, þannig að hann rennur alveg yfir augnlokið og inn í augnáralínuna. Og auðvelt að búa til lítinn spiss. Svo er það auðvitað maskaradrauma minna. 38 g maskarinn. Gæti ekki án hans verið.
Og eitt varandi hann að þá hefur það vafist fyrir mörgum hvernig á að þrífa hann af, því að hann auðvitað haggast ekki nema við hlýtt vatn 38 gráðu eða heitara. Og það er best að það er rosa gott að taka hann af í sturtu, en það er líka rosa gott að láta einhvers konar þvottapoka bíða á honum í svona 5 sekúndur, hlýtt vatn, og þá bara lekur hann af í svona eins og hylkju með þannig. Og hann fer ekki af með svona venjulegum olíuhreinsum. En það er líka fegurðin við hann. Hann haggast ekki, það er hægt að fara með hann í sund og æfingu og sofa með hann þess vegna. Það er ákveðin prótein eða eitthvað svolítið í honum, ég man ekki alveg nördismann eða fræðin á baka það. En það eru einhver góð innihaldsefni í honum sem að vinna á augnhárunum til lengdar. Þannig að maður þarf ekkert að skamma sín fyrir að sofa með hann endurum eins ef maður vill. Hann er nákvæmlega eins daginn eftir. Ég á ennþá ekki til eitt einasta aukatekið orð yfir augnhárunum mínum. Þau hafa náttúrulega bara aldrei verið svona löng. Það er semst þetta Grande Lash MD, hún fæst í Jakob, sem ég er búin að vera að nota. Það sem ég elska líka við þennan maskara er að hann heldur sveigjunni. Þau fara ekki að leka. En til þess að forðast allan misskilning þá heitir þessi sem ég er að tala Lash Volumizer 38 gráðu. Það eru til nokkra típur af 38 gráðu maskaranum. Svo er það auðvitað, má ekki gleyma augabrúnunum. Og þennan augabrúnblýant er ég, eins og ég hef sagt ykkur áður, notað síðan ég var örugglega 17. Það er örugglega 22 ár síðan. Og ástæðan fyrir því að ég kaupa hann aftur og aftur er auðvitað formúlan og lagið á honum, og svo helst hann vel á, og svo finnst mér líka kostur að vera með greiðu og öðrum endanum og að hægt sé að kaupa áfyllingar. Það þarf ekki að kaupa, það er auðvitað alltaf kostur. Og ég nota bara léttar strókur til að feika þykkari brúnir. Og það sem ég komist að eftir ég kynnti Sensai ennþá betur er að það er ákveðið köld í kringum merkið. Margar konur hafa notað vörurnar bara síðan þær byrjuðu að farða sig, sem að segir ýmislegt brandið. Og persónulega toga ég brúnina mína aðeins út og fylli upp í hérna. Mér finnst að gera mig unglegri að hafa aðeins beinni brúnir heldur en of bogadregnar. Og svo er það ein vara sem ég get ekki hugsað mér að hafa ekki í töskunum minni við daginn. Og það er varablýanturinn. Þetta er mögulega besti varablýantur heims. Helst á allan daginn og er bara þessi litur og Stunning Nude eru uppáhaldi. Nei, ég semst var að nota Stunning Nude sem er nude, fullkomna nude litur, og Classy Rose er svona örlítið bleikari. En samt náttúrulegur. Og ég man ykkur ef þið eru ekki vanar að nota varablýant að byrja á því ángríns. Það þarf ekki einu sinni varlit endilega. Hann veldi mér aldrei vonbrigðum þessi.
fekk sensei fyrir að búa til uppáhalds varablýantinn minn. Og svo það hinn fullkomni Nude varalitur mínum mati. Og þessi stubbur ber þess merki að hann hefur verið mikið elskaður. En hann var einu sinni mjög stór og fínn. En hann fær mikla ást og á alltaf heima í töskunum minni. Þannig ég verð eiginlega bara að taka hann svona með puttanum til að sýna ykkur. Svo get ég nota pensilinn á hinum endanum á varablýantinu til þess að dreifa lítið betur úr honum. Þær sem hafa ekki uppgötvað kinnalit. Máttur kinnalits mikill. Pínu vanmetið fyrirbæri að mínu mati. Litur númer 5 svona Dusty Rose myndi ég kalla og lúkkar ekkert impressive kannski í dollunni en uppáhalds kinnaliturinn minn. Þið sjáum hvernig hann lyftir andlitinu án þess að þetta öskri að ég sé með kinnalit. Og lúkka eins og ég hafi verið á skíðum. Ekki sammála. Þá fer ég nú bara að segja þetta gott. En af því að ég get aldrei hætt. Þá ætla ég að setja smá ljóma. Þetta Supreme Illuminator. Hún svona gildur, kremaður highlighter. Fallegt að nota hann hérna efst á kimbinni. Og niður nefið. En þá þakka ég bara fyrir mig í dag og vonandi getið þið nýtt ykkur þessi tips. Og sérstaklega það alltaf einhverjir afsláttadagar í gangi og þetta eru allt vörur sem ég get 100.000.000% mælt með. En takk fyrir mig í dag og endilega látið mig vita hvað ég get gert fyrir ykkur eða kennt ykkur næst. Ég þakka dásamlega viðtökur og æðisleg komment hérna niðri. Bye í dag.